Jæja, þá byrjum við að fjalla um 6. kafla og 7. kafli er um Reykjavík. Frá því að Reykjavík er eiginlega ekki til og þangað til að hún er orðin, hvað ég var að segja, höfuðstaður Íslands. Hver er ástæðan fyrir þessu að Reykjavík stækkar svona mikið og hverju voru helstu einkenni borgarinnar? Og þessi ártöl sem við talaðum hérna eru 1751 sem er gott að muna, þá eru innréttingarnar stofnaðar sem við kynnumst aðeins seinna. Nú, Reykjavík fær kaupstaðaréttindi árið 1786 en það er afmælisdagur Reykjavíkur er 18. ágúst og þegar Ísland fær kaupstaðaréttindi. Nú, landsyfirréttur sem er eiginlega alþingi er flutt til Reykjavíkur 1801, bæjarstjórn 1836. 1866 kemur spítali og það byrjaði að lýsa göturnar árið 1876. Við þurfum nú ekkert að muna þessi síðustu ártöl. En ef við kíkjum aðeins til útlanda og skoðum hvernig var umhorfs árið 1770. Í Reykjavík er ekki mikið meira heldur en bara venjulegt bændabýli. Það er að vísu fangelsi hérna sem síðar á eftir að verða stjórnarráðið. Það er lítil kirkja hérna sem átti eftir að stækka í dómkirkjuna og nokkur hús hérna í kring. Og hérna sjáum við lækinn sem rann úr tjörninu út í sjó og einhverju kannast við úr gömlu prófi. Og þar er Lækjargata núna og Lækjartorg. En hérna aftur á móti er Kristjánsborgarhöll, það er að segja konungshöllin í Kaupmannahöfn árið 1750, 20 árum áður en að þessi mynd er máluð. Og þá sjáum við hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hæða hús úr steini, höllina. Og svona var Kaupmannahöfn orðin býsna stór, þannig að Íslendingar eru ennþá í moldarkofum þegar íbúar í Evrópu búa í húsum. Á 18. öld hafði þéttbýlismyndir staðið nokkra hríð í Evrópu og margar borgir voru orðnar nokkuð stórar. Þar var stundaður iðnaður, svona smáiðnaður og verslun og alls konar handverk, það er að segja skósmiðir og trésmiðir og saumafólk og svona þeir sem þurftu að þjónusta fólki sem bjó í borgunum. Og þetta er London árið 1750. Þetta er Leicester Square ef einhver kannast við það, ef einhver komið til London. Og hér eru hús upp á 1, 2, 3, 4, 5 hæðir allstaðar. Þannig að það búa hérna örugglega á þessu svæði álíka margir íbúar eins og á stórum hluta Íslands á þessum tíma. Þarna í þessum borgum voru skólar og ýmsar stjórnsýslustofnanir og þetta er allt saman að breytast. Samfélagið er alltaf að breytast þarna en árið er 1750 í London og þá er ekkert slíkt farið að gerast á Íslandi. En á 18. öld, upp úr miðri 18. öld, rúmlega 1770, að þá gerðist dálítið sem átti eftir að breyta mjög miklu í sambandi við þéttbýlismyndun. Og það er þetta fyrirbæri hérna, það er gufuvélin. James Watt fann upp gufuvélina einhvern tímann 1770 og hafði reyndar fleiri menn fundið beislagufuafli. En það sem gerðist með þessu var það að í staðinn fyrir að menn notuðu sjálfa sig eða húsdýr eða vindorku, til dæmis í seglskipum eða einhverju slíku í vindmyllum til þess að vinna fyrir sig, að þá fóru þeir að geta notað vélar og það breytti öllu. Þeir voru ekkert háðir vindi eða neinu slíku, þeir gátu bara fengið vélar sem að dældu vatn úr námunum og síðar settu þessar vélar í járnbrautarlestir og skip. Og með þessu að þá tóku borgir að vaxa með ótrúlegum hraða og miklu hraðar en menn höfðu séð áður. Og þessi breyting, við erum að sjá hérna 1770,
En það eru sko 100 ár þangað til að þessi breyting kemur til Íslands og jafnvel meira. Og það gerist í rauninni ekki fyrir en að þessi skip hérna sem voru ekki með neinum vélum, sem voru kúpterar eða skútur, þilskip, það er að segja skip sem voru svona stór og gátu verið lengi úti á sjó í einu án þess að koma í land, en áður höfðu Íslendingar bara farið til sjós á árabátum, eins og þeir réru í einhverja kannski 1-2 klukkutíma á morgnana út á miðin, fiskuðu þar í einhver tíma og svo þurftu þeir að róa tilbaka. Þetta náttúrulega tók óhæminn tíma, en þannig gátu þeir spara sér margar þessara ferðir með því að vera á seglskútum sem voru með þilskip. Þau voru með dekki eða þilfari, þannig að þeir gátu sofið hérna undir, geymt fiskinn hérna. Og þessar breytingar sem við getum kallað hérna íslensku iðnbyltingu hófust ekki fyrr en undir lok 19. aldar og þá fer Reykjavík virkilega að vaxa, en hafði hún þó nokkuð vaxið fram að því. Og það byrjaði í þessu húsi hérna, elsta húsin í Reykjavík, Aðalstræti 10, og þið getið kíkt á þetta skilti, það er þar ennþá. Þetta hús er byggt 1752 og það var þegar fyrsta iðnfyrirtækið á Íslandi, Innréttingar Skúla Magnússonar, voru byggðar. En þær voru mestapart í Reykjavík og þarna kemur fyrsti vísirinn að þéttbýlismyndinu í Reykjavík og á Íslandi. Skúli Magnússon var landfógeti, æðsti embættismaður landsins, og hann hefur oft verið kallaður faðir Reykjavíkur. Nú, innréttingarnar, þessar litlu verksmiðjur sem hann byggði með aðstoð frá Dönum, Danir styrktu þetta því þeir vildu endilega hjálpa Íslendingum eins og þeir gátu við að byggja upp samfélagið. Þær voru byggðar í Reykjavík og þær voru fyrst og fremst til þess að vinna úr ull og landbúnaðarvörum. Hér er verið að fletta kafal sennilega úr ull, en við skulum muna það að þó svo að útlendingar hafi verið farnir að búa í steinhúsum, að þá voru margir Íslendingar á þessum tíma sem dóu úr því sem var kallað ófeiti í kirkjubókum. Og hvað ætli ófeiti sé? Jú, þetta þýðir ekki það að menn hafi ekki verið nógu feitir, þeir bara fengu ekki að borða og dóu úr hungri, ef við tölum mannamál. Nú, íslenska yfirstéttin eða bændahöfðingjarnir eins og við höfum verið oft talað um, var ekki hrifin af öllum þessum framförum. Því að aukin þéttbýlismyndun þar sem að verkamennirnir gátu fengið betra kaup var þeim ekkert að skapi. Þeir voru ekkert svo hrifnir af þessum breytingum og þessum framförum. Þeir vildu hafa allt eins og það hafði verið til þess að halda sínum völdum. En þetta er að breytast með innréttingunum og íslenska yfirstéttin þess að fagnaði þessum breytingum Skúla Magnússonar og Danakonungs ekki. Það sem var lögð áhersla á, eins og ég sagði áðan, í innréttingunum með þessum verksmiðjum það var spunaverkstæði sem bjó til band eins og við sjáum hérna. Það voru vefstofa, það sem er ofið úr bandinu klæði. Það var búið til færi og sútunarverksmiðja. Það er að segja verksmiðja sem sútaði skinn, gerði skinnin mjúk. Ef við tökum skinn af skepnu, til dæmis sauðkind, og bara látum hana vera eins og hún er, þá verður hún grjóthörð. Með því að vinna hana ákveðinn hátt, þá verður hún mýkri alltaf. Og eins þófaramilla sem var hérna fyrir 11 ár, þá notuðu þeir vatnið úr 11 ára til að knýja áfram millu sem að þæfði ull, gerði hana þéttari. Og einnig voru flutt inn skip og bændur frá Noregi og Svíþjóð, minnir mig, sem voru að reyna að kenna Íslendingum akuryrkju. En það var bara þannig á þessum tíma að það var svo kalt að það þýddi ekkert að vera með neina akuryrkju á Íslandi. Nú, 1 af 3 skipum innréttinganna fórst og útgerðin á hinum gekk ekkert vel. Þannig að þær fóru að lokum á hausinn. Ástæðan voru kannski fyrst og fremst harðindi á Íslandi, móðuharðindin 1783–5. Það var ofsalega kalt á þessum tíma og akuryrkja var dauðadæmd, eins og ég sagði áðan, og eitt skipið sökk, hinum gekk ekki vel. En Reykjavík tók hins vegar að vaxa vegna innréttinganna. Það flutti hingað fólk og það var einhver starfsemi
og borgin fer að verða til. Og við skulum kíkja á það aðeins betur í næstu upptöku.